Þá komið að því að heyra frá Björgu Ágústsdóttur, bæjarstjóra Grundarfjarðarbæjar, sem komin hingað til okkar til þess að til að ræða hlutverk sveitarfélaga við að vera leiðandi í að efla forvarnarstarf á vinnustöðum og í samfélaginu. Og það fróðlegt að heyra hvað sveitarfélögin geta gert í þeim efnum, þannig að gjörðu svo vel, Björg. Komið í sæl. Ánægilegt að fá að vera með ykkur á fjölmennri samkomu forvarnir. Ég vil gefa ykkur smá bakgrunnsupplýsingar af því að kynningin var þannig að ég var svona ráðnaði pínlítið því að sjálfsögðu erum við ekki fullkomin og við erum svona í vegferð eins og kannski flestir þar sem að maður aldrei búin. Og við erum reyndar bara að byrja, þannig að við erum langt frá því að vera svona besta fyrirmyndin á sveitarfélögum, en við ætlum samt að vera ánægð með það sem við erum farin af stað með. Já, þá er víst best að stýra. Þetta var titillinn, forvarnarstarf í eigin starfsemi sem og hvatning út í samfélagið. Og í þessum orðum felst líka það, af því að í litlum samfélögum, sem eru náttúrulega eiginlega flest samfélög á Íslandi, að þá er auðvelt að hafa áhrif. Og það getur bæði verið þannig að sveitarfélag sem opinber aðili getur með gjörðum sínum og hvatningu haft áhrif út í samfélagið, en ekki síður að fyrirtæki og einstaklingar í samfélaginu hafi áhrif í hina áttina. Og þannig er þetta svona ein keðja og við erum aldrei sterkar en veikasti hlekkurinn, þannig að við verðum að hjálpast að. Nú, aðeins sveitarfélagið okkar, Grundarfjarðarbæ. Við erum hérna á miðju norðanverðu Snæfellsnesi og íbúar eru í kringum svona 850. Mestmegnis í þéttbýli, en við erum þó líka með sveit, dreifbýli. Og í grunnskóla og leikskóla eru svona 150 börn og við erum líka með framhaldsskóla, fjölbrautaskóla Snæfellinga sem þjónar öllu Snæfellsnesi og sunnanverðu Vestfjörðum. Við erum í grunninn sjávarpláss og með útgerð fiskiskipa og fiskvinnslu og höfnin okkar er alveg sérlega góð frá náttúrunnar hendi. Hafnaraðstaðan sömuleiðis og þjónustan afar öflugir þjónustuaðilar í flutningum, löndun, ísverksmiðja, vélsmiðja, rafeindavirkjar og svo framvegis og það meðal annars hefur gert höfnina okkar mjög vinsæla. Við tökum líka á móti skemmtiferðaskipum, eins og sést, þarna eru 3 allavega þennan dag, þetta sé mynd frá 2019. Að sjálfsögðu náttúrulega COVID, setur strik í reikningin hjá okkur eins og annar staðar. En síðan það náttúrulega fyrir COVID sem að manni finnst hafa verið bara fyrir 100 árum, en þá var ferðaþjónustan hinn nýju útvegur. Og á Snæfellsnesi vorum við að reikna með að við værum að fá svona 700 til 900.000 gesti sumarið 2019. Nú kannski bara aðeins sveitarfélögin. Þau eru náttúrulega hluti af hinu opinbera og reka fjölþætta starfsemi sem að þeim er falið og skylt samkvæmt lögum og önnur verkefni svo sem sveitarstjórnirnar ákveða að þau sinni. Og þau hafa hlutverk sem stjórnvöld og hafa þannig ákveðna sérstöðu og síðan til viðbótar við það er margs konar þjónustu hlutverk og þau gegna líka þýðingarmiklu hlutverki sem vinnuveitendur fjölmargra og eru að því að ég best veit samanlagt stærsti vinnuveitandinn á landinu las ég einhvers staðar. Og þetta eru ólíkir vinnustaðir og vinnuumhverfi og fyrir starfsemina þá þarf í flestum tilvikum sérhæft húsnæði, mannvirki og búnað eins og skóla, íþróttahús og slökkvilið og innviðirnir eins og við þekkjum gangstígar, götur, slökkvistöðvar og slíkur búnaður. Þannig að það segir sig sjálft að það er starfsemi sveitarfélaganna varðar okkur íbúana mjög miklu. Við nýtum okkur þjónustu sveitarfélaga hverjum degi þegar við förum í skóla og keyrum eftir götum, göngum á gangstéttum, förum í sund og svo framvegis. Öryggi og forvarnir eiga því að vera samtvinnuð hinni víðtæku starfsemi sveitarfélagana. Nú, ég hef valið að segja frá nokkrum verkefnum og 2 þeirra eru tilkomin eingöngu fyrir frumkvæði VÍS og ég vil þakka fyrir það. Ég
VÍS hafði forgöngu eigið eldvarnareftirlit sem mig langar að segja aðeins frá og síðan námskeið fyrir nemendur vinnuskóla þar sem við fengum að taka þátt. Það eru fleiri áætlanir og verkefni þar sem ég ætla aðeins að fá að hlaupa yfir og bara vel það svona á handahófi og mér langar líka að gera svona hugarfarið og menninguna svolítið, það svolítið þráður í gegnum þetta allt saman. Og ég örugglega, því ég kom bara í kaffinu, átti ekki kost á að vera með ykkur fyrir kaffi, þannig að ég hef alveg fullkomna afsökun fyrir því ef ég að endurtaka eitthvað sem áður sagt, en aldrei góð vís og óvart. En það var þannig að við fórum í útboð á tryggingunum okkar, gerum samning við VÍS sem í sumarið 2020 og hluti af því var að taka þátt í forvarnarstarfi með VÍS. Og við hófumst handa í eigin eldvarnareftirliti sem hluti af þessum pakka og margir kannast við. Og það er markmiðið að efla eldvarnir í stofnunum og fyrirtækjum og samhliða hugsunin sú að fræðsla og vakning skili sér í gegnum starfsfólk sveitarfélagana eða fyrirtækisins sem á í hlut, því þetta á líka við fyrirtæki sem taka þátt og að það sé þannig verið að efla eldvarnir á vinnustöðum og heimilum. Og ég var að tala við slökkvistjóra minn í morgun og spurja hann út í þetta og hann sagði að það væri klárlega þannig að eigið eldvarnareftirlit hjá okkur skilaði sér heim til fólks vegna þess að hann væri að fá samtöl og fólk væri að stoppa hann hér og þar út í bæ og spurja hann út í hluti af því að þetta að skila sér heim. Á ég að taka þennan búnað, á ég að gera svona, þannig að þetta vekur upp hjá fólki þess sem til ætlast og það bara mjög gott. Þetta samstarf 10 aðila eldvarnarbandalagsins auknar eldvarnir og það afskaplega gott að geta gengið inn í svona pakka sem fyrirfram tilbúin. Nú, við sinnum þessu þannig að það eru eldvarnarfulltrúar skipaðir í stofnunum og við skipuðum í skólanum, í leikskólanum, bæjarskrifstofu og svo fyrir aðra fasteignir. COVID var nú ekki að hjálpa okkur því að það eiginlega búið að geysa alveg síðan við byrjum og það klárlega setti strik í reikningin, fangi fullt af óvæntum verkefnum, en við nýttum góð tækifæri inn á milli og náðum góðum sprettum. Við getum sagt að það hafi verið skrifborðsæfingar með slökkviliðsstjórum sem kveiktu í fólki helst og situr í þeim sem taka þátt. Það var mesta hvatningin. Það var eftir það sem að fólk fór að ýta á ákveðna hluti sem þurfti að bæta úr og þannig viljum við hafa það, að það séu margir á tánum með það hlutirnir sé í lagi. Það hins vegar eldvarnarfulltrúans að skila inn mánaðarlegu eftirlitsskýrslum og finna síðan út úr því með kannski ef það eru flóknir hlutir sem þarf að sinna að finna út úr því hvernig eigi að leysa það. Og mér langar að hoppa það yfir í það að þetta, ég skal bara gera játningu að okkur hefur aðeins gengið illa, ég ætla kannski ekki bara að kenna COVID, það eru líka mannaskipti í stofnunum, fólk verið í eldvarnarfulltrúar fór í fæðingarorlof og fleira slíkt og við megum bara ekki missa móðinn. En það þetta með að hafa það bara að markmiði að þetta sé langhlaup, ekki eitthvað átak sem maður klárar og þá kem ég að menningunni. Að ákveða það, mér finnst að vera ákvörðun hvers fyrirtækis eða stofnunar og stjórnenda og starfsfólks að við ætlum að hafa þessa menningu í fyrirtækjun okkar eða stofnuninni. Og þá verður það einhvern veginn, þá bara fara hjólin að snúast og við fylgjum þeirri menningu. Og ég ætla að gera játningu með það af því að ég, bakgrunnsupplýsingar, að ég var í þessu starfi 1995 til 2006. Og játningin sú að á þeim tíma, ég man nú ekki hvernig það var einhvern tímann fyrir 2000, þá fengum við vorum raskelt í fjölmiðlum fyrir það að við stóðum okkur ekki í eldvörnum. Við áttum lélegan slökkvibíl, lélega slökkvistöð og þetta var bara hinn mesta háðung og ég tók þetta mjög nærri mér persónlega þegar að við fengum þetta bara opinberlega í fjölmiðlum. En þá eiginlega ekkert annað að gera en að bretta bara upp ermar og það gerði bæjarstjórn og gerði það vel. Og ég get eiginlega bara sagt að síðan þá hafi þessi mál verið tekin föstum tökum. Við erum lítið sveitarfélag
og reynum að gera okkar besta með við það. En það svona svolítið þetta með hugafarið, að ákveða það að þetta eigi að vera svona. Og hérna erum við Sammi að selja reykskynjara fyrir jólin í Hittifyrra og við erum með öflugt starfsmannafélag sem tekur að sér að labba alltaf að selja dagatöl sem þeir gera sjálfir, selja reykskynjara og það þessi hvatning til íbúa. Við látum ykkur ekki í friði, við mætum á hverju ári og við notum peningana í góð málefni. Og hérna það líka sama með menninguna með æfingar. Þeir eru sérstaklega spenntir fyrir æfingum og það þetta með að búa til góðan móral. Þetta svona hluti af þessari menningu sem bara ákvörðun að skapa og hún hjálpar okkur. Ég ætlaði að nefna hér að ég ætla að þakka eigin eldvarnareftirliti fyrir það að við ákváðum að taka upp ákveðið annað verklag og taka til dæmis skýrslur heilbrigðiseftirlits, úttektarskýrslur á leikvöllum, eldvarnareftirlitsskýrslur slökkviliðsstjóra, skella þeim öllum saman í ákveðin grunn og vinna úr þeim markvisst. Of langt mál að fara út í það, en þetta ég vil þakka það raunverulega þessari setteringu sem við fórum inn í með eigin eldvarnareftirliti, að við ákváðum að taka okkur sjálf svolítið og búa til innri pressu. Við erum ekki komin þangað, en við erum byrjuð. Ég vil nefna eitt líka varðandi eldvarnirnar að það þessi afleita hvatning. Og sú hugmynd fæddist í framhaldi af eigin eldvarnareftirliti að Grundarfjarðarbær og starfsmannafélag slökkviliðsins, við ýttum úr vör verkefni með félagi eldri borgara í Grundarfirði. Og eldri borgurum stóð til boða að fá aðstoð slökkviliðsmanns við að endurnýja eða setja upp reykskynjara á heimili sínu. Sér að kostnaðarlausu. Reykskynjarnir voru gjöf frá starfsmannafélaginu. Grundarfjarðarbær greiddi slökkviliðsmanni laun fyrir að fara og gera þetta. Og alls voru settur upp núna, þetta var svona innan við 2 mánuðum, kringum jólin og fram á þetta ár, 82 nýjir reykskynjarar á 28 heimilum. Það 2 heimili sem eftir, það sem voru veikindi, þannig að þessi tala á eftir að hækka pínlítið, en sá sem sáum þetta, hann bara fór samviskusamlega og hringdi í alla sem voru á listanum 67 ára eldri. Og við segjum að þessu átaki sé lokið og við munum klárlega nota þetta sem hvatningu til að gera eitthvað svona fleira sniðugt. Annað verkefni sem að VÍS hratt okkur út í, svo má segja, og takk fyrir það, það var það að VÍS átti frumkvæði því að bjóða okkur í að þróa námsefni, rafrænt námsefni fyrir vinnuverndarnámskeið fyrir unglinga í vinnuskólum. Og forsagan kannski sú að VÍS, eða Gísli og hún Þorbjörg sem var okkar fulltrúi komu til okkar einhvern tímann held að hafi verið veturinn 2018-19 og ég man sérstaklega eftir einni glæru þar sem að Gísli var að sýna okkur það hvernig sveitarfélög og vinnustaðir sem hafa tekið forvarnirnar föstum tökum og hann sýndi einhver súlurit og það var alveg bein fylgni á milli forvarnarstarfs og það hvernig frammistaðan batnaði. Og ég man bara að ég hugsaði bara þarna ætlum við. Þarna ætlum við upp, þetta náttúrulega líka pínu keppnis, það má líka vera það. Og það var eiginlega bara aftur takk fyrir það, Gísli, að þú kveiktir í okkur með það að þarna langa okkur til að gera vel. Þannig að það lá beint við að hugsa þetta til dæmis fyrir starfsmennin okkar, vinnuskólan, þar sem að við erum að ala upp framtíðar fólkið á vinnustæðina. Vinnuskólanir eru fyrsti vinnustæði mjög margra grundfirringa og ungs fólks á Íslandi. Og við bæði í júní 2019 og 2020 þá kom Gísli og hjálpaði okkur við það að fræða og efla krakkar okkar í vinnuvernd. Og það náttúrulega þannig að atvinnurekendur bera ábyrgð á að skapa þannig umhverfi að það sé öruggt og heilsusamlegt fyrir unga fólki okkar. Þannig að þetta liggur náttúrulega beint við. En þetta leiddi til þess að við vorum þáttakendur í því að þróa og prufukeyra rafrænt námsefni, þarna náttúrulega COVID á fullu, og við tókum þátt í því að útbúa þetta með vinnuverndarskólanum hjá Keili og VÍS og þetta var afar lærdómsríkt og við erum þá svolítið til pröfu. Og ég man að þegar að krakkarnir okkar komu í júlí síðastliðnum í fréttunum á RÚV þá tekið viðtal við þau og við vitum hvernig þau eru svo heiðarleg
og þau sögðu, nei, það væri hundleiðilegt að vinna í vinnuskólanum og ég hugsaði, já, ok, allt í lagi, við þurfum að vinna eitthvað í þessu. En svo sögðu þau líka ýmsa hluti sem ég hugsaði bara, já, þarna þetta að skila sér. Þau eru farin að vita út af hvað þetta gengur og bara áfram svona. Þannig að ég held þetta það skiptir máli að huga að þessu. Nú þarna erum við eftir að hafa lokið pröfukeyslu, við erum ægilega ánægð með okkur þarna, skemmtilegt samstarf, en þá yfir í svona nokkur önnur verkefni, var ég nokkuð komin alveg yfir á tímanum að. Er það ekki? Ég fekk nefnilega aðeins lengra tíma á það ekki? Já. Hjá sveitarfélögunum þá vil ég draga fram að skipulagsáætlanir eru verkfæri þar sem að stefnan og línan lögð það hvernig samfélag við viljum þróa og byggja upp. Og ég ætla líka að tæpa á því að umhverfismálin, að því Snæfellingar hafa haft, sveitarfélögin 5 á Snæfellsnesi hafa haft umhverfisvottun á annað ár, að umhverfismálin eru svolítið, þau snúast raunverulega ekkert síst öryggi. Öryggið í bráð en ekki síður öryggið í lengd. Og hérna er mynd af því þegar við erum í strandhreinsun vorið 2019 og við sjáum bara, þetta verkefni að hreinsa og hafa umhverfið snyrtilegt. Þetta er ekki síður öryggismál að taka til heima hjá sér. Þannig að þetta er nátengt og kemur allt inn á sömu hugsunina. En aftur að aðalskipulaginu, að það er meginstefna hvers sveitarfélags og lykilverkfæri hverrar sveitarstjórnar. Og í aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar og það sem keyrir okkur áfram er sýnin það hvernig Grundarfjörður verður í framtíðinni áfram og enn frekar ákjósanlegu til búsetu. Í aðalskipulagsvinnunni köfuðum við vel ofan í og spurðum okkur hvað gerist í öllu því rými sem á milli húsanna okkar, á milli míns hús og þíns hús. Og út úr því kom meðal annars umfjöllun og stefna umferðaröryggi, öruggan bæ, göturýmin fyrir mismunandi faramáta, hversu bærin væri gönguvænn, umferðartengingar en líka græn svæði og hlutverk þeirra. Og bara að því ég taldi á einfaldan hátt að orðið örugg kemur 25 sinnum fyrir í aðalskipulagsstefnunni og orðið öryggi kemur 34 sinnum fyrir. Og það er ekkert skrítið því að út af þetta ganga gæði í samfélögum að þau séu örugg og hérna eru bara nokkrar setningar sem eru teknar úr því. Þannig að við kveikjum strax á þessari peru. En Grundarfjarðarbær hratt af stað á grunni aðalskipulagsins umfangsmiklum framkvæmdum við að endurbæta gangstéttir. Gangstíga, göngutengingar og umhverfi gatna og þetta fór af stað, þetta er svona, getum sagt, svona síðustu 2 ár, en það mun taka allmörg ár enn því að af nægu er að taka. Og eitt af markmiðunum er að auka öryggi íbúa og vegfarenda og horfa jafnframt á þarfir samfélagsins til framtíðar við hönnun gatna og stíga. Flesta götur bæjarins eru blessunarlega nokk, þær eru breiðar. Og það gefst því tækifæri til að útbúa rýmri svæði fyrir gangandi og hjólandi sem bæði eykur öryggi fólks og gerir auðveldara að þjónusta svæðin, til dæmis moka snjó. Og samhliða þá ætlum við að bæta við svona grænum svæðum eða blágrænum svæðum, það er að segja gróðursvæðum sem taka vel við regnvatni. Grundvallarstefnan er sett svona fram, eins og þið sjáu hérna, og hönnun gatnanna miðar við 30 km hámarkshraða. Hérna eru bara nokkrar skemmtilega myndir. Við höfum bæði að malbika og steypa gangstéttar. Þær eru alltaf 3 metra breiðar, þarna er aðalgatan, Grundargata. Og þetta virkar alveg flennistórt. Við erum líka svolítið að vinna með svona kantlausar gangstéttar sem að verða reyndar afmarkaðar betur. Þarna erum við í stóri götu sem heitir Sæból. Og það er náttúrulega þannig að þörfin á endurbótum, hún kallar á mikla fjárfestingu og það er mikilvægt að hafa í huga að við erum að endurnýja gangstéttir sem eru hátt í 50 ára gamlar. Gatnaumhverfið er hannað svona 1970 eitthvað og þess vegna er gott að minna sig á að við erum ekki bara að steypa eða malbika gangstéttir. Við erum raunverulega að hanna ramman og innviðina fyrir samfélagi sem við viljum búa í, fyrir fólkið okkur og gesti til næstu 50 ára. Og það er ábyrgð að framkvæma og fjárfesta með þær þarfir í huga. Hugsið ykkur, 50 ár fram í tímann. Hvaða faratæki munu keyra eða
ganga eða fara með okkur þá. Og þarna sjáum við bara hvernig gamli og nýji tíminn mætast. Ég ákvað að vera ekkert með of mikið af myndum af brotnum gangstéttum, en þetta mikil forvörn að taka þessi máli gegn. Þannig að það bara skemmtilega að sýna nýju gangstéttirnar, þannig að þið munið eftir þeim þegar þið komið að heimsækja okkur í sumar. Og nú getum við spurt hvort sé öruggara. Sjáu þarna, pláss fyrir allavega 2, jafnvel 3 vagna. Snjómokstur og hreinsun, ég ætla aðeins að bara henda því inn í leiðinni að það náttúrulega tengt götum og göngu vænleika og við höfum sett snjómokstur á oddinn. Hann náttúrulega búinn að kosta hálfan handlegg eða 2 jafnvel núna í vetur, en við ákváðum hreinlega að þetta væri bara þannig atriði, sérstaklega þá með gangstéttar, að það er ódýrara að gera þetta vel. Það er náttúrulega forvörn í því. Það er líka gæðamál og það er líka svona bara spurningum hvernig samfélag við viljum hafa. Hvort við viljum geta gengið og svo framvegis. Og ég ætla að nefna talandi um menninguna að Hafnarsvæðið, það er auðvitað hjartað í hverju sjávarplássi og það er sannarlega hjá okkur. Og Hafnarsvæðið hefur frá 2003 tekist á við það hlutverk að vera bein móttökustöð ferðafólks á skemmtiferðaskipum. Og ég ætla að rifja bara upp eina sögu frá 2003 þegar að siglingaverndin kom til, þeim sem þekkja til siglingaverndar muna kannski að hún hefur beina tengingu við 11. september og hryðjuverkin þegar að hafnir heimsins fóru og allir fóru í öryggisskýrin og það komu nýjar reglur og strangari. Og Grundarfjarðarhöfn var fyrsta höfnin til að setja sér reglur samkvæmt nýrri lagasetningu. Þar sem hafnirnar voru nú svona svolítið að streða við og fannst þetta mikil þyngsli að þurfa að setja þessar reglur. Við fórum aðeins í keppnisskýrin og sögðum við ætlum bara að gera þetta vel, við ætlum að gera þetta strax og ég vil meina að það hafi skipt sköpum. Og aftur þetta með að hafa snyrtilegt og hugsa öryggið, þetta helst algjörlega í hendur. Ég held að þetta hafi hjálpað okkur að hugsa það að gæðin væri í lagi og bara hvernig höfn og hvernig samfélag við viljum reka. Þannig að ég held að þetta hafi ekki bara áhrif á skemmtiferðaskipin, þetta hefur líka áhrif, sjáu þess að fallegu mynd, þetta nýja lengingin okkar 130 metrar. Þetta hefur líka áhrif á þjónustuna við alla hina, þar sem kannski ætlað að vera bara fyrir erlend skip. Og ég ætla bara að segja ykkur að það var umræða í hafnarstjórn hæð kanttrésins, ég gleymdi að muna að við hækkum það sem sagt og ég man að þetta var pínu ströggl runni, hvað átti þetta að vera hátt? Og við fórum með þetta við fórum eins langt og við gátum, bara til þess að passa upp á það var bara innprentað, við ætlum að reyna að hafa þetta eins og öruggt og hægt er. Ég hefði helst vilja hafa þetta svona hálfan meter en þá er ekki hægt að binda skipin, þannig að það er svona leiðir eitt að öðru. Og við sjáum bara vel á þessari mynd þess öryggis skiptir máli. Þessi er svolítið svakaleg. Ég ætla að nefna bara leiktækin og þá ætla ég bara að nefna það að þetta er líka bara spurningin, eigum við alltaf að vera fórnarlömb? Eigum við alltaf að vera kvarta undan ofstífum reglum og þingslum og eftirlitsinnaði, eigum við bara að ráðast í þetta og gera þetta bara eins og það ætlast til. Stundum er það bara best. Við erum líka að tala um börnin okkar og allt það. Þannig að það er svona hvaða baráttu á að taka og hvaða ekki, maður verður bara svolítið að ákveða það. Og ég ætla að nefna eitt dæmi að lokum, það er svona svolítið fjartengt en samt. Það er upplýsingagjöf. Og við sáum það í þessu ótrúlega ástandi, COVID-ástandi. Þetta er kannski svona langsótt forvörn en samt ekki. Við ákváðum í okkar bæ að hafa mjög góða upplýsingagjöf COVID og draga ekkert undan. Það eru allir að læra þetta í fyrsta sinn á eigin skinni, það kann þetta enginn og það eina sem við vissum var það að við þurftum að læra hratt. Og til þess þá þurfum við að deila upplýsingum og koma þeim hratt og vel út. Og það var það svona sem ég kannski held líka að sé þetta gegnsæi sem er forvörn. Það er það að tala um hlutina, að setja það fram, að veita upplýsingar. Auðvitað er örugglega einhver fyrir í dag búinn að tala um markmið og setja þau niður og mæla og sjá hvernig okkur miðar. Þetta er ángjað sama meiði. Tölum um það sem við viljum að við lærum hratt, tölum um það sem við viljum að við breytum, tölum um það sem er líka erfitt og segjum það þá þegar við vitum það ekki.
Þetta var svona svolítið leiðarljós í þessu erfiða verkefni. Þetta snýst auðvitað líka forvarnir því að við vorum að reyna að passa okkur og passa samfélagið okkar. Að það yrði ekki lamað, þannig að keðjan myndi ekki rofna og þá skipti upplýsingagjöfin miklu máli. Þannig að það er svona kannski lærdómur líka inn í forvarnirnar, það upplýsingagjöfin. Já, ég held að þetta sé bara síðast á. Ég ætla bara eiginlega að endurtaka það sem ég byrjaði. Að einhvers staðar vegferðin og við erum aldrei búin. En við verum líka bara að vera ánægð með það sem við gerum og leyfa því að verða leið okkur áfram og svona hvetja okkur áfram. Takk. Kærar þakkir.